Veldu gæði, veldu kjarnafæði. Já, komið þið sæl. Það er nokkuð svona ládautt veður hjá okkur í dag. Sól á köflum en ekkert sérlega hlýtt. Við fengum hámarkshita 14 stig og ekki að það gerist á Suðurlandi. En það var nokkuð víða næturfrost í innsveitum landsins og gæti einnig gert næturfrost næstu nótt. En það horfir svona til betri tíðar varðandi hitafæri. Við förum aðeins betur yfir það hér og eftir, en við sjáum að þessa ládauðu í kortunni hér yfir landinu klukkan 18 í dag. Það er nokkuð kröpp lægð sem er nú svona að nálgast landið. Hún leitar hér til austurs fyrir sunnan og allan mun svona herða á vindi hjá okkur þegar líður á morgundaginn, fyrst þá sunnan til. En hún er nú svona fyrst og fremst að bera með sér hér hlýra loft upp að landi og gerir það svona hægt og bínandi á morgun. Við sjáum, við lágum í þessum kalda loftmassa og þessar hlýju tungu sem að fylgir þessari lægð og svona kaldasta lofti sem leigir hér yfir, það mun nú hörfa til norðausturs og verður úr sögunni hvað okkur varðar og við fáum svona öllu sumarlegri hitatölur næstu daga. En hvað var að stöðuna þá? Sjáum við að það var nú svona nokkuð bjart veður á köflum klukkan 19, einhver úrkomubakki hér á Suðausturlandi og svona skúraleiðingar sums staðar annars staðar og lítið sem breytist þegar líður á nóttina, svona hægbreytileg átt á landinu og verður stjörnubjart og því eðlilega mun frista nokkuð víða í nótt. En þegar kemur fram á morgundaginn þá byrjar að anda meira ákveðið af austri því að þessi lægð hún svona kemur inn í myndina hjá okkur þá og klukkan 14 á morgun verður þá staðan á þessa leið. Það verður kannski skýjað svona í innsveitum, bjart veður víða úti við ströndina og hitatölur þetta á bilinu 10 til 15 stig, en það sem andar að hafi þá sjáum við að það eru hitatölur eru jafnvel ekki að ná 10 stigunum. Og síðan heldur bara áfram að bæta í vind þá fyrst hér við suðurströndina þegar líður á morgundaginn og orðir fara að slá í þetta 15 til 18 hér við suðurströndina þá á miðvikudagsmorgun og skilin frá lægðinu þau snerta hér ströndina svona hádegi á miðvikudag og klukkan 14 verður þá staðan á þessa leið svona nokkuð áþekkar hitatölur en fannar að nálgast 15 stigin þá fyrir norðan og þar verður náttúrulega bjartast á þessari stundu en það mun síðan rigna nokkuð víða á köflum hér sunnan til þegar líður á miðvikudaginn og setna mér þá úti við á Austurlandi einnig. Þróunum fram til fimmtudags að þá verður fyrir svona lægðin sjálf lægða miðan yfir landið og fáum norðanátt hér vestur af landi, sunnanátt hér fyrir austan og svona slitrótt rigning víða land getum við sagt þó ekki í miklu magni og síðan á föstudaginn þá ætlar að verða ákveðin norðaustlátt hjá okkur sérstaklega þá hér norðvestan til á landinu. Bjart veður víða vestanvert landið og hitatölur gætu fara svona nálgast 20 stigin þá hér á suðvestur horni landsins en lægri úti á norður og austurlandi þar sem eru svona í kringum 10 stigin eða jafnvel nokkur gráður lægra en svo. En hvað varðar veður út í heimi þá svona umhleypinga, getum sagt að verði skúraleiðingar víða í Skandinavíu á morgun. Við sáum það hér að spáði 14 stigi hita í Kaupmannahöfn og rigningu, skúraleiðingar bæði í Oslo og Stokkólmi og svo háþrýstisvæði hér yfir miðbyggju álfunnar sem tegir sig í rauninni allt hér austur að Svartahafi og 25 til 30 stigi hiti þar og jafnvel nokkrum gráðum betur og ágætisveður heilt yfir á Íberíuskaga þó við sjáum hér skúramerki gæti verið gert þrumuveður bæði í Porto og Lissabon á morgun. En á Kanaríeyjum þá er þetta svona nokkuð hefðbundið veður, norðlæg átt og hiti vel yfir 20 stigum og svo endum við hér í Norður-Ameríku, það eru skúraleiðingar og jafnvel þrumuveður í Suðurríkjum Bandaríkjanna og við sjáum þessa flekki í bæði Klettafjöllum sem og víða í Kanada á morgun.
En hvað var það svona veðri hér hjá okkur á morgun að þá er útlitið að verði fremur hæg austlæga breytileg átt fram eftir degi en síðan herðir á austanáttinni og það sem góðu fréttina það er að við erum að fara að fá hlýra loft til okkar. Verið sæl.